SS-pilsur, SS-pilsur, gott að smakka, gott að gaf. Ég byrjaði bara þegar ég var 7 ára í klassísku píanónámi hjá Margréti Stefánsdóttur sem besta vinkona mömmu minnar. Hún var svona óperusöngkona og eitthvað svona, mér langaði að vera svolítið þannig típa. Þannig að ég fór til hennar í píanó og ógeðslega gaman. En svo fann ég að klassísk nám var ekkert beint fyrir mig. Þannig að ég ákvað að fara yfir í tónsmiðina hjá Stefáni Þorleifs sem ég hjá núna. Og þar ég bara, ég byrjaði bara söngnámi og núna ég í rauninni bara að semja lög á fullu og hann að útsetja lögin með mér og við hittumst alltaf í hverju viku og erum bara að leika okkur. Ok, hvaða svona artistar eru í uppáhaldi? Sko, all time var örugglega Beyoncé. Já. En þegar ég var krakki þá hlustaði ég eiginlega bara á Jóhönnu Guðrún og Eurovision. Ok, og það klassískt? Það klassískt, sko. Og ég var svo mikið lífrás og nörli að ég söng aðalega svona búlgverslag og söng það á söngvakeppni sem krakki. Á búlgversku þá, eða? Já. Var það á búlgversku? Nei, þú veist, ég náttúrulega var bara eitthvað bulla, skilur, en ég hélt að ég væri að syngja. Ertu með tóndæmi? Hvernig? Sjönge búske búrino búska bísi. Man ekki alveg. Kannastu við það? Ég var þetta í svona 5 ára, sko. Ok, og hvað var, þú veist, fóreldrarnir mikið á tónlist heima? Ertu alveg í mikilli músík? Þau eru bæði bara ógeðslega músíkölsk. Mamma mín söngkona og pabbi minn bara bílaslega músíkölsk. Hann kann á eiginlega öll hljóðfæri. Vá. Þannig að, já. Þannig að þetta hefur alltaf verið svolítið mikið í kringum þig? Já, en ég eina svona af systkinum mínum sem svona músíkalist. Já. Ég á 3 systkini þannig að mamma og pabbi voru mjög glöð að eignast mig í lokin. Já, þú ert yngst? Já, ég langyngst. Já. Örverpið, þannig að... Er það ekki eitthvað svona klassískt fyrir örverpið að fara eitthvað svona aðra leið? Jú, ég var svo langyngst, ég fekk svo mikla athygli að, þú veist... Einmitt. Það var bara... Ég fór í rauninni allt aðra leið. Varstu svona óþolandi barn í öllum veislum og svona boðum? Já, klálega. Ég er með atriði sem enginn að bíða eftir. Alltaf með sýningar og alls konar, sko. Ok, þetta eitthvað svona örverpis sjúkdómur örugglega. Ég var svona líka nefnilega. Það held ég sé málið, sko. Já. Það smakar, já, SS-pilsur, sjálfsagður réttur allra. Við fáum þarna svona skemmtilega einlæga útgáfa af SS-pilsulaginu. Hún svona ómstríð og talar einhvern veginn svona svolítið inn í hjartamanns. Ég held sko að þetta sé útgáfa af laginu sem að ég myndi vilja gera kröfum spiluð í jarðarförinni minni. Alveg bara algjörlega, sko. Þetta mjög hugljúf útgáfa af þessu lagi. Maður eiginlega vissi ekki að það væri hægt að gera þetta lag svona þægilegt og hugljúft og það mjög bara þakklátt að fá svona tilboð inn í þessa keppni. Það svona, finnst eins og fólk kannski frekar sér gert á að taka þetta í hina áttina, að fara út í eitthvað svona að stækka allt rosa mikið og það bara, þetta fallegt lag. Það greinilegt. Maður sér þetta svolítið fyrir sér svona sem hátíðarútgáfa af svona SS-pilsulaginu og auglýsingu, sko. En
Það svona alveg öðruvísi en maður svona kannski átti von á, en engu að síður mjög flott lag. Já, ég held að mætti bæta við elementum í þessa production. Hún og haldinni samt svona hugljúfri og svona einfaldri. Þetta náttúrulega bara demo sem ég sendi inn. Þannig að ég ætla klárlega að vinna meira í laginu. Ég ekki alveg búin að ákveða hvað það að vera, en ég var klárlega til að bæta meira inn í það. Ok, einhverjum fleiri hljóðfærum eða viltu hafa? Já, ég hafði hugsað með það sko. Að bæta við kannski, fiðlum eða sellói. Eða raddaði mig að gera alveg svona juicy sko. Já, svolítið meira svona dramatíst. Já, út af því að ég sendi þetta inn þá var ég ekkert búin að vinna mikið í því. En ég hugsaði mér, ef ég kemist áfram, þá myndi ég vinna með það meira. Svo get ég bætt við fleiri röddunum og gert það eins fallegt og þetta sko. Já, einmitt. Það hljómar ógeðslega vel. Ég líka svona... Þú ert svolítið sökkar fyrir strengjunum. Já. Já, ég líka. Það ekki allir? Ekki allir með... Strengjum og pilsum. Þetta er ein af 6 útgáfum SS-pylsulagsins sem þið ætlið að kjósa Í næstu umferð þáttana fáum við að heyra hvernig lokaútgáfan hljómar og þá getið þið kosið ykkar uppáhaldsútgáfu hér á Vísi. Þetta lag virkar ótrúlega vel út af því að það í rauninni allt öðruvísi en upprunalagið og það má ekki taka af því. En mér finnst svo skemmtilegt að það einhvern veginn allt annað tempó, allt annar feelingur í því. En samt það ennþá, fast í heilunum á þér. Þessi laglína alltaf föst í heilunum á þér. Og já, það var gaman að vita hvað almenningur finnst það, en ég held allavega að þið munu fíla þið tætlur. Þetta er mjög þakklátt tilboð og ég held að það er svona, maður sér fyrir sér ýmislegt skemmtilegt og svona eitthvað nýja stefnu í SS-pylsu auglýsingum með þessari útgáfu.